Hér hjá mér eru 2 prófessorar frá Norge. Þeir eru kanna á afla upplýsinga þróun stjarna og ætla aðeins að fræða okkur það. Löwen Leinenberg og Ingel Brusborg. Sælir, hvað þið búin að gera seinustu daga? Við erum búin að vera að kanna þróun stjarna og búin að eitthvað ýmislegt þetta mál. Nú, getið þið sagt okkur aðeins frá því? Jú. Þannig er mál með vexti að reikistjarnan jörð var til fyrir 4,5 milljarða ára og hefur gerbreyst síðan þá. Plöntur hafa myndað súrefni, ár hafa grafið og dali og gljúfur í bergið. Stjörnur hafa líka breyst með tímanum og það eiga eftir að halda áfram að breytast. Stundum taka stjörnur nokkra milljón ára að breytast sem ekki það mikið stjörnu geimnum. En sumar alveg ári milljarða að breytast. Hvernig lýsið þið þróunarferli stjarnanna? Það er hægt að lýsa þróunarferli stjarnanna eins og þroska mannsins í gegnum ævina. Jæja, snúum okkur á öðru. Segðu okkur aðeins frá frumstjörnum. Þannig standa málin að vetrarbrautin gríðarlega ský og ryki og gasi sem kallast geimþokur. Myndun stjarna verður til úr þessum þokum. Þyngdarkrafturinn dregur vetnin saman í klekki sem snúast sjálfan sig. Þetta. Eftir ármilljónir dregst alltaf meiri vetni inn í kökkinn. Þegar hitinn í miðju skýinu nær 15 milljónum stiga hita byrjar kjarnasamruni. Orkan frá honum veldur því að það verður frumstjarna. Já, þarna fekk maður upplýsingar um frumstjörnur. En hvað eiginlega málið með meðalstórar stjörnur? Sko, til dæmis, eins og sólin okkar meðalstór stjarna, stjörnur sem eru 10 til 100 sinnum stærri en sólin kallast risastjörnur. Ef massinn 10 partur úr sólarmassa upp undir 10 sólarmassa heldur stjarnan áfram að skína án þess að breytast í helín í stjörnukjarnanum, en kjarninn breytist í helín að lokum. Þegar vetnið fer að klárast úr kjarnanum dregst kjarninn saman og hitnar. Ennþá meira, ytri lög stjörnunar þenjast út og leið klóna þau og verða rauð. Þá verður stjörnan að rauðum risa. Þú meintir kólna þau. Já. Kólna. Hvítir dvergar, það strumpanir? Nei, því miður, kormákur minn. Það ekki strumpar. Hvítir dvergar eru svakalega þéttar stjörnur með kolefni í miðjunni. Massinn í meðalstórri stjörnu hefur þjappast saman í eina stjörnu sem svipað stór og jörðin eða minni. Þessar stjörnur eru svo þéttar að lítil skeiðurefni úr þeim nokkur tonn. Þá kemur að því að hvíti dvergurinn getur eigi frá sér meir orku og verður þá dauð stjarna. Því minni sem massin því mun lengur lifi stjörnunar. En hvað taka massamiklar stjörnur mikið í bekkpressu? Nei, þannig það nú ekki. Stjörnur sem hafa mikinn massa í byrjun þróast mjög öðruvísi en meðalstórar stjörnur. Þær myndast að minnstakosti 8 sinnum meira massa en sólin. Þær þróast þangað til að verða að rauðum risum, jafnvel regnrisum. Munurinn sá að þær breytist ekki rauður risum í hvíta dverga, heldur þróast eftir allt annarri leið. Já, þið segið það. Einu sinni heyrði ég eitthvað sprengistjörnur. Getið þið sagt mér frá þeim? Þegar kjarnsamruni í massamikli stjörnu svo til lokið, hefur mest allur stjörnukjarninn breyst í járn. Kjarninn sendir frá sér orku, svo kólnar hann og fellur að lokum saman. Svo allt í einu getur hann ekki þjappast meira saman og stífnar snögglega. Við það myndast mjög öflug höggbylgja utan hans og orka losnar úr læðingi með svakalegri sprengingu. Og byrju, kallast hún þá sprengistjörna? Já, rétt hjá þér. Sprengistjörnur skiptast í 2 flokka eftir orsökum hamfara.
hvítir dvergar sem við vorum að segja frá rétt áðan, er ein tegund af sprengistjörnunum í tvístirni dregur hann til sín efni frá förunaut sínum og ef hann fer yfir 200 CKH-mörkin þá springur hann og sést sprengingin út allan heim. Já, þú meinar. En hvernig þá þessi hinn flokkur? Þegar járn safnast og verður fyrir kjarnamassamiklu stjörnu mun hún brátt springa. Því járn getur ekki losað orku við kjarnsamruna og verður því engin geislun og lokum endur stjörna yfir sinni með þyngdarhreyfi. Já, þannig. En nifteindastjörnur, hvað nú það? Já, nifteindastjörnur eru leifar úr kjarnasprengjustjörnu. Þannig stjörnur eru 16 kílómetrar í þvermál eða minna. Og ef þú myndir taka teskeið og láta nifteindarefnið í teskeiðina, þá verður það billjón tonn eða jafnvel meira. Einnig snúist þær mjög hratt að senda frá sér orku. Svo líka stjörnur sem senda frá sér orkuhögg. Það kallast tifstjörnur. Hún slær 30 sinnum á sekúndu og snúningurinn er mjög hraður. Já, þá veit ég það. En núna kom að seinustu spurningu. Það er svartholið. Spooky! Já, getið þið sagt mér eitthvað frá því? Stjörnur sem hafa meira en 30-faldan massa, ekki 30 kona, 30-faldan massa, en sólin, eiga mun styttri ævi en aðra stjörnur. Kjarninn í massanum fellur saman undir eigin massa og verður þá svarthol. Með tímanum verður kjarninn mjög þéttur og massi komin saman í örlítið svæði og verður þá þyngdarsviðið svo sterkt að ekkert sleppur og ekki einu sinni ljós. Já, merkilegt sem að gerast þarna út í stjörnuheiminum. Ég Kormákur og Löfven Lænenberg og Inga Brúsborg kveðjum hér og ég vil bara þakka ykkur fyrir og óska ykkur góðri ferð aftur til Noregs. Takk fyrir. Já, bara bless. Takk, já, bless. Bless. Hér hjá mér. Nei! Vil ég taka þetta má halvuna með tíma? Vil ég taka þetta má halvuna með tíma?